Góðan daginn ágætu vinir og kristnu bræður og systur. Við, að því að við erum Guðs fólk, viljum gefa okkur inn á milli tíma til að ígrunda aðeins orðið og svona reyna að fá dýpri og meiri skilning á hvað það er nú að reyna að segja okkur. En það hefur maður lært gegnum tíðina að orð Guðs gerir manni bara eitt, það gerir okkur gott. Og það er gott að vita eitthvað í þessum fallvalta heimi sem að segir eitt í dag og er svo komið með annað á morgun og breytir skoðun svona eftir því bara hvernig á okkur liggur. Það er gott fyrir okkur, þessa menn, þetta fólk, að vita líka af öðru þar sem allt er fast, gernneglt og enginn fær hagga né hreyft. Við þurfum á þessari festu að halda. Við þurfum að vita af einhverju sem er þarna og sá sem er höfundur þar yfir heitir Jesús. Hann dó á krossi, hann reis upp frá dauðum og Drottinn gaf honum vald til að sinna öllum sem á hann trúa og meira, gefa þessu fólki eilíft líf eins og honum sjálfum var gefið eilíft líf og upprissan hefur sannað öllum sem trúa. Vantrúin trúir þessu ekki og henni er ekkert ætlað að trúa því að Drottinn hafi risið upp. En við getum komið inn í sem trúum með því að tala við fólk Jesú, verkin hans, í því ljósi og skjóli að Drottinn sjálfur muni á einhvern stað koma til þessara manna og kvenna og opinbera því sannleikann. Bara rétt eins og hann gerði við mig og gerði við þig á sínum tíma þegar við skyndilega og einu andartaki, augnabliki, áttuðum okkur á að það var til Guð, það er til Guð. Þetta er ekki opinberun frá mér, þetta er ekki uppgötvun hvorki mín eða þín, heldur eitthvað sem Drottinn setur fram og þegar hann setur eitthvað fram, þá skulum menn vita að einstaklingur hann tekur við því. Og þessi opinberun er svo fast og kyrfilega sett í mannin að á meðan hann lifir mun hann aldrei gleyma þessu andartaki sem hann upplifði þegar að andi Guðs koldist yfir og hann sá, varð 100% vissum að Guð er og hann sér allt, er allt í öllu, veit allt, getur allt og ætlar nú að leyfa mér, segðu þetta með mér, leyfa mér að ganga með sér gönguna með sér. Vantrúin tekur ekki við svona boðskap, eins og við vorum að tala áðan, af þeirri einu ástæðu að vantrúni er ekki ætlað að skilja þetta. Yður er gefið að skilja það sem Guðs orð segir Jesús og einhvern veginn á þennan veg, en hinum sem ekki trúa ekki. Og þetta er staðreynd. Þannig að við sjáum að hrósunarefni hjá okkur fyrir það að ganga með Jesú, ég spyr nú bara hver mögulega og hugsanlega gæti það verið. Það er ekki fyrir hendi. Þannig að við gleymum því að þakka okkur sjálf og við þökkum Drottni fyrir að hann gerði þetta verk.
og ég er búinn að vera, eins og ég oft sagt, frjálsborinn maður í Jesú nafni í yfir 30 ár. Ég frelsaðist 1989 og gengið með Drottni á hverjum degi frá þeim tíma og séð bæði sætt og súrt, en aldrei veiklast í því sem Drottins heldur eflst á þeim vegi frá degi til dags og enn að eflast vegna þess bæði vill ég það sjálfur og Guð hefur blessað mig með því að veita mér þetta. Og ég ekki einn, við erum mörg þarna og Drottinn elskar það þegar hann sér að þetta í raun og veru það sem við þráum. Þráir þú að vera heilsteypt manneskja á Jesú vegi? Svarið líklega já, og þá má spyrja á móti, hvað ertu tilbúin til að gera til að tryggja að svo sé hjá þér? Og hvað get ég gert? Hvað get ég gert? Það svo margt sem við getum gert. Þú getur til að mynda bara gefið Guði leyfi til þess að annast þig og þú segir, eins og ég hef oft sagt, eins og þú sjálfur vilt, Drottinn minn. Þetta eru náttúrulega alveg skelfilegar yfirlýsingar, því að við getum þurft að ganga í gegnum alls konar pústara, erfiðleika og ágjafir, og kannski á einhverju stað hefur einhver af okkur séð eftir því að vera að gefa út slíkar yfirlýsingar, en það aukaatriði. Hún var gefin út og Drottinn mann eftir henni og hann gæti, ef hann vildi, myndi á að þetta voru þín eigin orð í hans eyrum. Og það hefur trú mín kennt mér að það sem að Drottinn tekur við til að mynda frá mínu munni stendur. Það hefur að myndni á. Og þegar ég hef verið að kvarta og kveina við Drottinn minn, það hefur komið fyrir, ég veit að þú þekkir ekki það, sjálf yfirtrúin í mannheimum, og þá hefur hún bara skellt þessu á mig. Konráð, segir hann, þú barst þetta sjálfur upp við mig að ég mætti nota þig eins og ég vill, og svo sagði hann, en þú hefur kannski gleymt að ég tek við svona skilaboðum frá mínu fólki, það bara fylgir þið. Og við þetta lútum höfði og jánkum þessu og svo sem ekki meira það að segja, en það samt gott að vita hvernig Drottinn og það kemur með tímanum þetta lærdómur, þetta ferli, þegar við förum að átta okkur á því hver ég og hver Drottinn þá fer nú ýmislegt að skýrast fyrir okkur þannig að sá sem ekki vill vinna heldur ekki mat að fá. Og ég tel að þarna sé ekki, kannski líka, en þarna sé ekki bara verið að tala um mat á borðið sem við etum að diski, heldur til að mynda það að skilningurinn og þekkingin getur alveg verið matur. Þannig ef þú berði ekki eftir þekkingunni, ert latur og löt við að líta í orðið, þá myndu aldrei fá þann mat af borði Guðs sem ætlar að gefa þér skilning. Það gengur ekki, þetta nefnilega það sem Drottinn setti fram og vill að ég viti og á sinn hátt ánýtist, ef við viljum nota það orð, því hann vill að við höfum fyrir því að hann veit líka að þegar við erum í verki, ég tala nú ekki í Guðsverkinu, að það gefur okkur svo mikið. Þannig að við ættum að keppast eftir því
og við ættum að vilja og umfram allt vita af hverju að við þurfum að vera ástunda og tilenga okkur orð Guðs. Svo fyrir utan það auðvitað að þegar þú skilur betur það sem þú ert að fást við, að þá verður bara gangan margfalt skemmtilegri. Og það er betra, tel ég, að haga lífi sínu þannig og það sem maður fæst við og að ég ekki sé talað elska, að það veitir manni líka skemmtun. Þannig við sjáum að vinnuframlag mitt í Jesú nafni, það verður að vera fyrir hendi. Og bara það að vilja er heilmikill drifkraftur í, en við verðum líka að stíga fram og gera. Þá erum við komin að borði Drottins og byrjuð að tína upp í okkur þann mat sem þar er. Ekkert er fyrirhafnarlaust og þetta veit hver maður. Það gildir sama í ríki Guðs hér á jörðinni, að við verðum að gjöra svo vel að bera okkur eftir því. Við verðum að vita og fá skilning á af hverju við þurfum að bera okkur eftir þessu og hver ávinningurinn af því er. Hver er hann? Eins og vorum að tala áðan, hann felst einkum og sérlega í því að opinberunin verður stærri, hún dýpkar og gangan með Guði verður einfaldlega skemmtilegri. Og við eigum að vera þeim megin línu þar sem skemmtilegra er. Það er lína, öðrum megin er bjart og falleg, hinum megin er svart, dimmt og ljótt. Það sem er svart, dimmt og ljótt býr öll gremjan, allt hatrið, allt eineltið og allt það sem við erum nú ekki beint að hrósa, en lifum kannski við sem hver, en það er ekki vilji Guðs. Það er bara birtingamynd heimsins, þessum fallna heimi sem kann ekki að bera fram gott, svo sem reynir fólk það. Og það sjáum við í öllum þessum breytingum sem að maður og kon er að reyna að ná fram. Og hvað svo? Allt mun falla sjálft sig. Af hverju? Guð er einn og hann lætur ekki að sér hæða. Þannig að niðurstaðan er, förum bara yfir í rann Guðs. Og við sem trúum, við erum duglegir við að boða og segja frá Kristi og að bera fram rétta kennslu, því að það getum við, það er okkur ætlað og það skulum við gera. Í Jesú nafni. En við höfum þetta ekki lengra og Konráð Rúnar Friðriksson þakkar fyrir sig.